Fjölskyldur eru margbreytilegar og hinn svokallaða kjarnafjölskylda á ekki alltaf við. Stjúpfjölskyldur, þar sem annar eða báðir aðilar sem til þeirra stofna eiga barn eða börn úr fyrra sambandi, verða stöðugt algengari og leið fjölgar þáttum sem geta valdið óvissu og togstreitu. Aðlögun að nýju lífi, samskipti og oft óraunhæfar væntingar geta haft áhrif á hvernig til tekst. Kannski það sem svona sérstakt að kannski helst að reyna að skapa þessa tilfinningar tilheyra. Að börn beggja aðila tilheyri þessari nýju fjölskyldu og fólk áttu sig á því að mörkin ná út fyrir heimilið. Þetta svona þetta stóra verkefni og fólk fari inn í þetta með raunhæfar væntingar. Það taki tíma og það í sjálfu sér ekkert alvarlegt og verði einhver árekstrar. Það bara mjög heilbrigt að vissu leyti. En maður þarf svona að vita við hverju að búast og ef maður veit við hverju að búast þá þetta miklu auðveldara. Og svo má kannski gleyma því að það allir að takast á einhvern missi. Fólk hefur upplifað rofin tengsl og það þarf að búa til ný tengsl og fólk að fara mjög misrætt inn í stjúpfjölskyldunar. Þannig að börn eru kannski ekki alveg að blukkulega og foreldrarnir. Og þannig að við þurfum svona svolítið bara að undirbúa okkur undir það að vera, þetta taki tíma en þetta líka, fólk hefur alla möguleika til að ná árangri. Og svo náttúrulega auðvitað þetta að vera í góðu samskiptum við barnsföður eða móður. Vegna þess að það náttúrulega bara, það getur tekið allt súrefni úr nýja sambandinu þessar deilur og að ná þessari samvinnu við nýja makann. Hann oft svolítið útundan til að byrja með. Þú kannski mjög duglegt einhleypt foreldri, vanur að redda allir hlutum sjálfur og ræða við þeim fyrrverandi maka hlutina. Svo komið nýr aðili sem þarf að eiga samráði við en það gleymist oft. Þannig við kannski að mest að tala yngri börn en stjúpfjölskyldur geta verið svo ótrúlega mismunandi. Það eru unglingar og það orðið fullorðið fólk. Stjúpfjölskyldur eru ekkert, þær eru myndar á öllum aldursskeiðum og ég meina afi minn, hann var fluttur á elliheimili og flutt út og fór í hóf sambúð að nýju, Þannig að þetta er ekkert bundið við ungt fólk, nei. Og það samt sem að svo merkilegt að það eru mörg sömu verkefni. Hvernig bara það afi og amma að sinna sína eigin barnabörnum eða þau með stjúpbarnabörnunum? Hverjir fá að vita hvað og svo náttúrulega koma erfðamálin inn í. Hvernig gengur fólk frá þeim hlutum þegar komin að efri ár? Hverjum hjálpa fjárhagslega og hverjum ekki? Þetta alla ævi, þannig að já. Þetta svolítið þessi tilfinning að vera ekki skilin út undan? Já, það stóra verkefni, vegna svo leiður komið þessa tilfinningu einhversu út undan, þarftu komið einhverju óánægju. Og við þurfum það sem maður þarf svolítið að hjálpa fólki að vita hvað þetta snýst vegna þess að stjúpforeldrar alveg á sama óháð aldri, þeir vilja svolítið þessa viðurkenningu óháð því sem margir halda að þeir vilja vera vondir, fæstir vilja það. En oft eru stjúpbörnin óháð aldri ekki alveg tilbúin til að viðurkenna þessa stjúpforeldra í byrjun. Og þá er það oft tekið sem svona höfnun, fólk hættir að reyna. Og þá komin þessi gjá sem svo vond. Þannig að við þurfum svolítið að passa upp á þetta hangi allt saman og skilja hvað í gangi. Aldrei að gefast upp, ég held að það sé mjög mikilvægt. Nú eru skilnaðir náttúrulega afskaplega algengir og þú sagði mig hér áðan að það var það bil 1100 börn á Íslandi að fara í gegnum skilnað foreldra sína á hverju ári. Þetta eru háar tölur. Já, þetta eru dálítið háar tölur en það ekki bara, stjúpfjölskyldur ekki stofnað bara í kjölfar skilnaðar. Mörg börn fæðast utan sambúðar hjónabands og ef ég man rétt þá það bara sirka svipuðu fjöldi. Þannig að, og svo náttúrulega sumir foreldrar sem hafa bara verið afskaplega stutt í sambandi. Þannig að það ekki alltaf skilnaðir sem aðdragandi stjúpfjölskyldna, heldur það líka einhleypir foreldrar. En eins og þú bendir réttilega á, þá eru mörg verkefni til þess að takast á við í þessu. Þú ert búin að skrifa bók sem heitir Hver í fjölskyldunni. Hvernig hún svona leiðbeiningarrit svolítið? Já, hún svona hugmyndin að henni. Þetta kannski ekki alveg bók öll svörin. Þetta bók það sem verið að draga upp, það sem getur komið upp á, eða bara áskorannar. Og ég reyni að skrifa hann út frá öllum sjónarmiðum allra. Það ekki einhver einn sem hefur alltaf bara rétt fyrir sér eða rangt fyrir sér. Og það svo margt, þó svo við séum að takast á, kannski oft dæmin á við unga fjölskyldu, það á það líka við eldri. Og það auðvitað margir segja þegar þeir lesa þessa bók, einmitt, það eins og þessi bók hafi verið skrifin mig og fyrir mig. Þannig að það mörgum finnst það hjálplegt. En fólk duglegt að leita sér aðstoðar,
áður en það lendir í vandræði? Já, mér finnst það. Ég held líka bara að þetta er orðið viðurkenndara, þetta sé svona verkefni foreldrar fara í foreldrafræðslunámskeið áður en eiga sín börn og fólk þegar tekur að ættleiða börn eða fósturbörn, þá þykir að afla sér upplýsinga og það því fyrr sem fólk bara afla sér upplýsinga og veit við hverju að búast, þá er þetta auðveldara. Þú ert líka með VF heimasíður, er það ekki? Jú, það er stjúptengsl.is, hún á að verða 10 ára næsta, hún er 10 ára þessa ári. En félag stjúpfjölskyldna var stofnað árið 2005 og þannig að það verður 10 ára næsta ári. Og það er einmitt gaman að segja frá því að við ætlum að vera með námskeið á Akureyri núna, sterkari stjúpfjölskyldur, félag stjúpfjölskyldna og það er svona bara mikil viðurkenning finnst mér til þess að félagið fekk styrk frá velferðarráðuneytinu til að halda slík erindi víð land, sé áhugi fyrir því. Þannig að þetta er félagið og velferðarráðuneytið sem er að standa að þessu námskeiði eða fyrirlesturinn á morgun á Akureyri. En síðan er ég náttúrulega líka með fyrir fagfólk og það er ekkert síður mikilvægt að fagfólk vinni út frá þessu að viti með hvernig fjölskyldutengsl það er að vinna. Vegna þess að ef að þú þekkir ekki til og gerir ráð fyrir að maður sem situr í stólinn sé líffræðilegi faðir barnsins en ekki stjúpfaðir, þá er hægt að þú getur unnið jafnvel gegn tengslunum frekar en að vinna með þeim. Og svo er þetta eins og að senda einn miða heim með barni og svona, það getur nú gert ýmislegt eiginlega slæmt. Já, það er einmitt með bara stofnanir samfélagsins að það er gríðarlega mikilvægt þessi vinna með börnum og fjölskyldum á leikskólanum sem ekki að vera að senda miða heim með í skólatöskunni sem fer aðeins á annað heimili eða barni missir af ammælum eða foreldrafundum. Ég er að heyra dæmi því miður til þess að læknar bara í góður trú er að skrifa út fyrir börn Ritalín eða eitthvað annað og það er bara tekið þar okkur viku. Þannig að það er svo mikilvægt að bara að lifa og annað, allt sem við erum að gera sem snýra þessum börnum og fjölskyldum, að fagfólki sé meðvita hvað þeir eru að vinna með. Og það er ekkit afsökunna endilega að foreldrar eigi bara að leysa þetta sína milli víða, það er auðvitað æskilegt, en víða er fólk bara ekkert að tala saman. Og þá bitnar þetta alltaf á krökkunum. En hvert getur fólk leita sem vantar ráðgjöf og aðstoð? Þetta getur fólk leita til ýmissa fagaðila í næsta nágrenni, en félag stjúpfjölskyldna er með símaráðgjöf sem allir mega nota og við nýttum meðal annars styrkinn frá velferðarráðuneytinu í það. Það er 588-0850. Það er enda fastu símatími á miðvikudögum milli 4 og 6 en það má bara alveg prófa aðra tíma og við svörum alltaf þegar við getum.